Hvernig virka æðarnar okkar? Í raun eru 3 megingerðir af æðum sem að dæla blóði líkamann. Frá hjartanu liggja slagæðar. Slagæðarnar hafa vöðva sem að ýta blóðinu áfram. Utan á slagæðunum eru sléttir vöðvar sem við höfum enga stjórn á, frekar en öðrum sléttum vöðvum sem ýta blóðinu áfram út allan líkamann, upp í heila, niður í tær, út í putta, út allt. Til allra líffæra. Í líffærunum fer blóðið í gegnum háræðar. Háræðarnar eru mjög þunnar, þær eru svo þunnar að rauðu blóðkortin sem flytja súrefnið komast bara eitt í einu og þarna verða ákveðin skipti. Súrefni fer úr blóðinu yfir í líffærin, koltvísýringur kemur tilbaka. Sama gerist, eða öfugt raunverulega gerist í lungunum, í lungnablöðrunum, þá kemur súrefni inn, koltvísýringur fer tilbaka. Næringarefni fara úr blóðinu út í líffærin, svo líffærin fái næringu og ákveðin úrgangsefni koma tilbaka. Þessi úrgangsefni eru skilin úr í nýrum og lifur á meðan að næringarefnin eru sótt í meltingarfærin. Þannig að blóðið er að flytja þetta allt en þetta fer út í líffærin í háræðunum. Svo fer blóðið tilbaka í bláæðunum. Bláæðarnar er ekki með neina vöðva. Heldur treysta þær á vöðvana sem við notum til þess að hreyfa okkur, sem eru rákóttur vöðvar sem við stjórnum sjálf. Bláæðarnar eru hins vegar með ákveðna lokur sem hleypa blóðinu í átt til hjartans en ekki tilbaka. Því að blóðið fer í gegn í rétta átt en kemst svo ekki tilbaka. Og það er í raun vöðvarnir okkar sem að ýta blóðinu upp fyrir lokuna og þannig heldur blóðið alltaf áfram því það kemst bara í eina átt. Þetta þurfa þeir sem að standa mjög lengi. Verðir til dæmis standa grafkyrrir klukkutímunum, eða kannski ekki klukkutímunum, mínútum saman, fólk í kór og aðrir, þeir þurfa að hreyfa sig pínlítið, sérstaklega í fótunum, til þess að halda bláæðakerfinu gangandi. Og það er hægt að gera fullt af hreyfingum sem eru ekki sýnilegar fyrir fólk sem stendur lengra frá. Bara spenna vöðva annars slagið, við þurfum ekki að hreyfa okkur eitthvað brjálæðislega mikið. Í svefni til dæmis, þá erum við að hreyfa okkur til þess að þetta kerfi virki. Síðan er reyndar 4. gerðin af æðum sem eru svo kallar vessaæðar, en það er ekki beint blóð í þeim, heldur meira vökvi sem er borinn eiginlega meðfram bláæðakerfinu til hjartans aftur og svo blandast þetta saman upp á nýtt.